Hve margir voru hérna síðast sundag? Eða hve margir var heyrt það sem ég talaði síðast sundag? Já, ok. Ég ætla að reyna að klára það. Þannig við skiljum það. Af því ég var þetta síðast að reyna að útskýra eitthvað sem við höfum ekkert viðmið við. Sem þríeinn Guð. Hvað þríeinn Guð og hvernig virkar þetta og svo framvegis. Og það nánasta sem við getum komist að því að segja okkur hvernig Guð samansettur, ef við getum orðað það þannig, vegna þess að hann Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi samt einn, var að hann sjálfur, þegar hann lýsir sér, þá lýsir hann sér alltaf í samhenginu við samfélag og jafnvel hjónaband. Og þetta eitthvað náið, þetta eitthvað kærleiksríkt og þetta eitthvað sem algjör sameining. Og við sáum í orðinu að það oft, við túlkum oft í orðinu að drottinn okkar sá eini sem drottinn, hann einn drottinn, en faktisk það mörgu sinnum sem það segir drottinn einn. Með öðrum orðum, hann og þetta kemur þetta sem bara þrír, en hann einn. Það að segja hann þrjár persónur, en samt ekki hægt að aðskilja þær, þannig séð að þær eru alveg aðskildar þrjár, en þær eru svo í kærleika, þær vinna og starfa saman eftir ákveðnum prinsipum og ákveðnu lífi, við komum aðeins inn á það eftir, hvað það sem heldur þessu saman, en við komumst að því síðast allavega, að það sem fyrst og næst gildir kærleikurinn, skilyrðislaus kærleikur og traust. Með öðrum orðin ég þá að segja, og þarna skulum við læra það sem ég ætla bara að segja ykkur tilgang lífsins í dag. Til í það? Já. Hérna eilífi spurning tilgang lífsins. Ég get alveg sagt ykkur það að ef ég tryði ekki á Guð, þá væri tilgangur lífsins sennilega bara viðhalda lífinu. Myndi ég halda. Og í þróunarkenningunni gengur það svolítið út á það að hinn hæfustu lifa og hinn sem eru svona minna mega sín í náttúrunni og lífinu, þeir hverfa og deyja og braut og þeir ná ekki að fjölga sér og þeirra blóðleggur og þeirra DNA smátt og smátt hverfur út. Sem sagt, styrkja lífið og viðhalda því. Með Guði allt annað tilgangur. Og ég veit að margir kristnir menn hafa velt sig, hver tilgangur með lífinu? Ég ætla að segja ykkur hann í dag. Það að segja eins og ég sé hann út frá Guðs orði. Ok, þið með? Og til þess að byrja, þá þurfum náttúrulega bara að byrja nánast á byrjuninni. Ég loku því, ég verð ekkert meira heldur en svona 3-4 tíma. En þetta þetta svona 20 mínútur kannski, sjáum til hvað ég vil lengi. En þetta og ef þau eru þreytt þá bara halli augunum og dottið aðeins á meðan, getið farið svo bara á neti og hlusta þetta á eftir. En ég ætla að lesa úr 1. Mósebók. Þið þekkið þessa sögu. Ef ekki utan hafa þá allavega svona vitið innihaldið. Guð sem sagt þessi þríeini Guð. Ímyndugur, það ekkert til. En það ekkert til nema hann. Einhvern tímann á leiðinni skapaði hann síðan, bjó hann til engla og svona þjónustu anda. En það fyrst og fremst bara hann eða hún. Af því Guð hefur kvenlega einkenni, þó við notum karlsins orði yfir hann. Hann með fullt, hann skapaði mann og konu í sinni mynd. Þannig að það hefur allt það líka. Hann segir, og það ekki þetta sem við segjum ofti að Faðirinn sagði nú skulum við gera mann í vorri mynd. Og Biblía segir nefnilega, við skulum skapa mannin. Við skulum skapa mann. Sumir segir þetta sem svona ljóðrætt stíll og bara vér og við og eitthvað svona. Ég trúi bara, þetta bara hinn þríeini Guð að tala við Faðirinn og þeir hugsa þetta allt í einu, búin til mann. Og af hverju? Svo að þessi maður geti upplifað lífsgæðin sem við eigum.
Við elskum svo mikið að við viljum leyfa einhvern sem eins og við að fá að upplifa þessi gæði sem við eigum í samfélaginu. Svona einhvern veginn hann að hugsa. Og ég get alveg sagt okkur að ef þetta ekki það sem við sjáum, sko Biblían nánast illskiljanleg ef þetta ekki svona. Það mjög erfitt að skilja út af hvað Biblían gengur þá. Jæja, hann býr til mannin úr leir og úr svona dufti jarðar. Það ekki dýrt í okkur efnið. Við erum náttúrulega mestuleiti vatn, líkaminn okkar þar að segja, og við erum mestuleiti vatn og einhver sagði mér einhver tímann ef hann myndi taka svona líkamann og brenna hann og setja hann í krukku þá myndi þetta kannski kosta 75 krónur sem fengi fyrir það. Lággjörning getur ekki hætt. Þannig að efnið okkar ekki dýrt. Það sé efnis líkaminn. En hvað það þá sem svona dýrt? Af hverju erum við svona verðmætt? Af hverju metum við lífið svona mikils? Það vegna að lífið náttúrulega miklu meira heldur en líkaminn. Maðurinn andi, sál og líkami og þess vegna þríeinn. Einn maður en samt þrír. Ok? Guð skapar. Hann búinn að skapa og heilagur andi kom og hann blés lífsanda. Hugsa ykkur að blása lífsanda Guðs inn í mannin. Það nú ekkert smá bara. Og lífið í Guði kemur inn í þennan líkama sem var maðurinn. Og það lifnar eitthvað við innan með honum og hann rís upp. Ég maður. Nei, þetta besta Bjarni að segja, ég belja. Þegar kálfurinn fættist. En maður rís upp og segir, ég öðruvísi heldur en þessi dýr í kring. Ég með lífsanda Guðs innan með mér. Þarna byrjunin. Og þá komum við að 1. Mósebók 3. kafla. Höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafði gjört. Og hann mælti við konuna. Það satt að Guð hafi sagt, þið megi ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Konan sagði við höggorminn, nei, af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við alveg eta, en af ávöxti tré sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð við mættum ekki borða og ekki snertan, við myndum þá bara annars deyja. Þá sagði höggorminn við konuna, vissilega munum þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af þessu tré, munu augu ykkar uppljúkast og þau munu verða eins og Guð og vita skinn eða munin á góðu og illu. Og kona sá að tréð var gott að eta af, fagurt á að líta og girnilegt til fróðleiks. Þá tók hún af ávöxti þess og át og hún gaf einni manni sínum sem með henni var og hann át. Þá luggist upp augu þeirra beggja og þau eru þess vör að þau voru nakin og þau festu saman fíkjublöð og gjörðu sér mittiskýlur. Þau heyrðu til drottins sem var að gangi í aldingarðinum, í kvöldsvalanum. Þá reyndi maðurinn og konan hans vela sig fyrir drottni í miðju, frá Guði í milli trjána í aldingarðinum og drottin kallaði á manninn og sagði, hvar ertu? Nú ætla ég að segja ykkur eitt. Hvort sem þú trúir þessari sögu bókstaflega eða ekki, það aukaatriði í dag fyrir þig hvort þú trúir henni bókstaflega. Það sem aðalatriði og mjög mikilvægt að þú trúir því sem hún að kenna okkur allavega Guð, sköpunina, manninn. Þú getur tekið þetta með bókstafinn seinna, ok? Það sem gerist þarna, og við höfum oft misskilið þetta, við höfum lagt þetta út frá því, maðurinn bara óhlýnaði Guði og Guð bara sparkaði honum út úr garðinum. Ef þið lesið hins vegar frásögnina, þá kemur í ljósi fyrsta leið, hann sparkaði honum ekki út úr garðinum, hann setti hann út fyrir garðin, af hverju? Vegna þess að það var annað tré sem lífsins tré sem þau myndi ekki, ef þau myndi éta af því, þá myndi þau eilíflega lifa í því ástandi sem þau voru.
Svo í kærleika sínum, þá setur hann þau út fyrir svo þið éti ekki af því tré. Það mátti éta því áður, sjáðu. Og hann setur út. Svo hann var ekki hvorki reiður, illur, né heldur, var það fyrst og fremst það að þau höfðu óhlýðnastórum. Það var fyrst og fremst það að þau treystu honum ekki. Þau hættu að treysta honum. Þau fóru að efast það að Guð væri eins og hann sagðist vera og héldu jafnvel að hann væri að halda einhverju tilbaka frá þeim, halda einhverju aftur því, já, veitum við, okkur, já, kannski Guð, hann að fela eitthvað, við erum ekkert algjörlega með honum. Og þá langar maður að spyrja þig, hvernig þetta heima hjá þér, í góðri fjölskyldu með börnin ykkar? Hvort það óhlýðni barnsins sem gerir það verkum að þú sparkar þeim út, eða samband ykkar eyðilegst? Eða traustið brestur á milli ykkar. Hversu margir hafa ekki fjarlægst eða barnið að fjarlægst vegna þess að traustið brotið. Þau hætta að treysta pappa fyrir leyndarmálunum. Þau hætta að treysta mömmu fyrir öllu í lífi sínu. Foreldrirnir hætta að treysta barninu vegna þess að það sveik aftur og aftur og aftur og aftur. Traustið brast. Ekki óhlýðnin, traustið. Og ekki það sem þetta orð traust, að trúa á, þar að ég trúi á kærleika Guðs. Ég trúi á því hver hann er. Ég trúi ekki bara á að hann sé til, ég trúi á hann sem persónu. Ég þekki hann, ég veit hver hann er. Hann er svo góður, hann er bara góður og þess vegna get ég hvílt í honum. Ef að það kemur brestur á þetta traust, þú fyrir að efast það, já, hann er kannski ekki alltaf svona góður. Ef ég er óhlýðin til dæmis þá, þú fyrir að efast. Og ekki þetta sem að Jesús sagði, við lásum það síðasta sunnudag, hvað er synd heimsins? Þeir treystu mér ekki. Þeir trúi ekki á mig. Það er synd heimsins. Syndin er ekki, taktu vel eftir, og ég er ekki hér með að segja allt sem við gerum sé gott, en syndin er ekki það sem hún gerir. Við erum vön því að túlka það þannig. Þú gerir þetta, það er synd. Þú er að hætta þessu af því það er synd. Og ítrekka enn og aftur, ég er ekki að segja allt sem við gerum sé gott fyrir okkur. Langt í frá. Ég er bara að segja, syndin er hins vegar það að þú ætlar að lifa þarna og hætta að treysta Guði skapara þín. Og missir þess vegna að því til hvers hann skapaði þig og til hvers hann bjóð þig. Ok, eruð með? Þetta er svona í stuttumáli. Hann býður sem sagt manninum að lifa í eilífri sátt. Og ekki bara sátt, heldur í lífsgæðum drottins sjálfs. Vera eitt með Guði. Hann býður manninum að vera eitt með sér. Þetta er nákvæmlega, við tókum þetta í einhvern. Þetta er svipað, ekki nákvæmlega eins, þetta er mjög svipað allavega, að þú og maðurinn þinn eða konan þín, þið ákveða ættleiða barn. Þið bjóðið einhverju barni sem er algjörlega í þversögn við allt sem þið eruð, bjóðið þeim inn og gerið það ykkar barni. Þau verða hluta fjölskyldunni. Allt sem þið eigi núna er þeirra. Svona veik líking eða mynd á því hvað Guð var að gera við mannin. Bjóða manninum inn í þetta samfélag við sig. Ok? En maðurinn valdi, vegna þess að hann er með frjálsan vilja, ég klára þetta með, tilganginum í lífinu. Maðurinn valdi að fara aðra leið. Maðurinn bjó til annað kerfi. Af hverju stoppaði Guð ekki bara? Ég hef oft fengið þessa spurningu. Hvað er Guð að pæli að skapa mannin svona og svo gera hann tóm og dell og vitlausu bara? Af hverju gerði hann ekki bara í lagi strax frá byrjun? Hafið heyrt þetta? Bara, en Guð, hann var ekki, Guð var að skapa hvað? Í sinni mynd. Guð er með algjörlega frjálsan vilja. Nú ætlum ég að segja ykkur eitt. Guð gerir bara sem hann vill. Við höldum ofta hann að gera það sem við viljum. En hann gerir bara sem hann vill. Sem betur fer hann eins og er alltaf í kærleika. Við getum treyst í, það er alveg sama hvað hann gerir, eða gerir ekki, það er allt í kærleika. Því get ég treyst og því getur þú treyst. En maðurinn velur þess vegna, því að hann hafi frjálst val,
að setja nýtt kerfi í gang og nú ætlum ég, í stuttum málum, menn hafa oft velt fyrir sig, hvað þetta með tréðan í garðurinn sem þið mátt ekki eta af? Enn og aftur, það var ekkert í ávextinum. Fyrsta lagi langar mig að leiðrétta það ekkert sem segir þetta hafi eins og verið epli. En við hugsum þetta alltaf sem epli. En þetta var bara eitthvað ávöxtur. Og það var ekkert eitur í honum. Það var ekkert svona efni sem var ásta og það fór inn í blóðkerfið á þér og það bara breytti öllu sem þú... Nei, það var ekkert svoleiðis í gangi. Það eina sem var í gangi, að við það að eta, þá var það yfirlýsing, og hlusta nú vel á, frá manninum það, ég treysti ekki lengur því sem Guð segir. Hann að halda einhverju frá mér, hann einhvað að plata mér, hann ekki að gera allt sem ég held, hann með eitthvað leyndó sem ég veit ekki. Það var það sem hann féll fyrir. Svo þá get ég séð hvað gerist. Í stað þess að koma inn í samfélagi við þríeinan Guð, öðlast allt lífið í honum og lifa í honum frá degi til dags í öllu sem að Guð á, þá ætlar maðurinn núna að gera nákvæmlega það, vera eins og Guð, lifa í Guð og lifa fyrir Guð en fyrir eigin veruleika. Og það sem lögmálið þýðir. Það sem þetta lögmálstré þýðir. Ég ætla að lifa fyrir Guð, ég ætla að þóknast Guði, en ég ætla að gera það í eigin mætti. Ég ætla að þóknast Guði, ég ætla að gera allt sem Guð hefur beðið mig ég ætla að hlýða honum, en ég ætla að gera það í eigin mætti. Og hann setti í gang lögmál dauða, syndar og dauða, og maðurinn dó. Hann dó ekki beint, endilega strax bókstaflega. Hann dó enga síður. Og hvað þetta að deyja? Búið að klippa á sambandið við Guð. Og hann gerði það sjálfur. Guð gerði það ekki, hann gerði það. Hann klippir á það og segir, en ég ætla samt að halda áfram. En veistu hvað? Það eru margir kristnir menn sem lifa nákvæmlega þarna. Takk þetta sem ég segi, margir kristnir menn sem lifa nákvæmlega þarna. Ég veit hvort þú þekkir þetta. Hvað get ég gert fyrir Guð? Hvað get ég gert fyrir kirkjuna? Ég þarf að gera eitthvað fyrir kirkjuna mína. Ég verð að gera eitthvað í Guðs ríkinu. Hvernig get ég elska sjálfum betur svo ég get elska aðra betur? Ég þarf að tilbiðja Guð meira. Ég þarf að biðja meira. Hvað er þetta? Þetta að vilja vera þátttakandi í öllu sem hann að gera út frá því sem ég verð að gera. Og þá ætla ég að fara með ykkur aftur inn í himininn, það sem hinn þríeini Guð að segja, og ég heyri Jesús segja, heilagur andi, það alveg rosa mikilvægt og þú elskir föðurinn. Það bara verður að elska hann. Á morgun verður að sýna þú voru að gera eitthvað fyrir, þetta að sýna honum og elskir hann. Er þetta á heimnum? Nei. Farðu heimtíðin, það kvöldstund heima, börnin farin í herbergi að sofa og pabbi sest niður með krakka mínir, á morgun verður að elska mömmu, það er alveg rosa mikið. Þið verður að gera eitthvað fyrir hana. Svo kemur mamma til pappa og segir, þú voru að elska börnin á morgun. Svona samskipti ekki á heimilinu hjá okkur. Það ekkert svona í gangi. Það ekkert verið að tala um, ég verður að elska hann meira. Það bara að elska. Og ef það svoleiðis hjá okkur, haldið að segja, minna virði hjá Guði eða eitthvað lélegra þar. Þeir eru alltaf að vesenast að hvort þeir elski nógu mikið. Nei. Þetta ekki svona í þinni fjölskyldu og þetta ekki svona hjá Guði og þetta ekki það samband sem Guð vildi hafa við þig. Hann skapaði þig mann veru en ekki mann geru. Og það vera í honum. Og það ekki alltaf að vera að gera í honum. Og þá kemur strax spurningi, það bara ekkert að gera fyrir Guðsríkið. Það ávöxturinn. Ávöxturinn að kærleiksríku heimili að guttinn kemur heim
Og mamma segir, hörðu, wow, ég átti eftir að fara út í búð og hann segir, ég skal fara fyrir þig, Bömmu. Ég skal kaupa þetta fyrir, ég stekk þetta út. Bara flæðir. Sjáðu muninn. Það því miður ekki allir sem eiga þetta líf. Það traustu og trúin sem sameinar. Það sameinar hjónabandinu, fjölskyldueiningunni og svo sannlega hjá Guði og þér. Biblían talar trú í Nýja testamentinu mörg hundruð sinnum. Og það ekki að trúa hann sé til. Þegar þú segir, ég trúi á Guð, þá ég ekki bara að segja, ég trúi hann sé til eitthvað staðar, lengst í burtu. Hann hlýtur að vera til. Nei, ég að segja, ég veit á hvernig ég trúi, ég treysti honum 100% fyrir lífi mínu, ég veit nákvæmlega hvernig hann hugsar, það sem snýr að mér. Hann náttúrulega miklu stærri heldur en ég, svo ég veit ekki til öllum hlutum hvað hann hugsar, en ég veit nákvæmlega hvað hann hugsar gagnvart mér. Hann elskar mig. Hann elskar mig. Ef ég hætti, ég vitnaði í konunum minni, ef ég hætti að treysta árunni minni, konunum minni, þá kemur brot í sambandi okkar. Ef ég hætti að hafa trú á því hver hún sem kona, sem eiginkona mín, sem móðir, sem amma, árunni mín, langamma. Og langafi. Ég veit að við lítum ekki þannig út, en þá kemur brot og vitið það meira segja Biblían samþykkir hjónaskilnað vegna hjúskaparbrota. Vegna svo leið og komi hjúskaparbrot, þá sambandi brostið. Og það meiri háttar mál að laga það og oftast nær ekki alveg hægt. Þó að fólk jafnvel hangi saman. Þá brotið komið. Þetta þekkja þeir sem hafa gengið í gegnum. Það ekkert sem óvinur mannsins þolir meira verheldur en það að þú og ég treystum og hvílum í Guði. Það það sem hann kemur alltaf til að eyðileggja. Ég ætla að treysta Guði. Ég ætla að treysta hver hann hver hann segist vera. Adam og Eva voru nakin, veitir hvað nektin þýðir þarna í þessari frásögum Adam og Eva? Það þýðir bara að þau eru berskjölduð. Nektin þýðir bara, það ekkert sem ég get gert til að þóknast Guði. Það ekkert sem ég get gert til að lifa í sér einingu nema fyrir hann. Það nektin. En leið, hvað gerðu þau? Leið og þau voru búin að, ef hann var sáð gagnvart Guði, þá tóku þau eftir eða þau voru nakin. Þá skömmuðust þau sín. Og þau reyndu að búa til, ef að segja fyrsta klæðnaðinn á jarðríki. En vitið það, í dag eru við enn að reyna að klæða okkur svona hinn kristnu. Ég hef aldrei farið svona í svona fíkjulaufpils. Ekki það. Hvernig klæðum við okkur? Hvernig felum við sekt okkar? Ef við erum ekki alveg svona með 100% að Guð elski okkur eins mikið eins og okkur sagt að hann geri og við svona efumst aðeins að okkar samband sé eins og það á að vera. Hvað gerum við? Við búum til pils úr 24 tíma bæna vöku. Ef ég bið í 24 tíma þá ég vel hulinn í návist Guðs. Við erum alltaf að klæða okkur í eitthvað í staðinn fyrir hið alvöru og raunverulega. Þið vitið að ég elska lofgjörina. Þið vitið að margir klæða sig í lofgjör frekar heldur að fara inn í samfélagi við þrenninguna. Því samviskubitið ennþá að naga. Fordæmingin yfir einhverju sem þú gerðir ennþá að naga þig. Og þú ert ekki frjáls. Þú fær samviskubitið yfir einhverju sem þú sagðir einu sinni, gerðir einu sinni. Hvað þú stendur þér rosalega illa í samfélaginu við Guð. Hvaða sem að bröltast inn með þér, svo reynir þau að taka, ég ætla bara að gefa ég gef bara 200.000 kall, sko.
Kaupið mér frið. Þú segir það náttúrulega aldrei, en þú ert að því. Byrju, ekki fara núna heim og segja, Halldór sagði, ég mætti aldrei gefa 200 skall. Nei, ég bara segja, þú mátt alveg gefa 200 skall. Ég bara benda þér á að þú getur ekki gert það í staðinn fyrir það sem að málið snýst um. Þú getur aldrei gert neitt í Guðsríkinu fyrir Guð eða neitt þannig séð í staðinn fyrir þess sem hann ætlaði upprunalega að hafa. Við tölum ávöxt andans. Kærleikur, gleði, friður og langlind. Og allur pakkir endar í sjálfstjórn. Já, góðvild. Hvað er þetta? Þetta er ávöxtur andans. Þegar andi Guðs dvelur í þér, þetta er eðli Guðs. Þetta eru karaktereinkenni Guðs. Kærleikur, gleði, friður. Svona er þeirra samband í þrenningunni. Og hann býður þér að koma þarna inn og gefa þér hlutdeild í þessum gæðum, því þetta eru lífsgæðin. Að hafa frið ávallt í hug og hjarta. Að bera kærleika ávallt til Guðs og manna. Vera fyrirgefandi fram í það endalausa og hafa fullkomna sjálfstjórn á lífið þínu. Þetta er Guð og hann segir, Halldór, komdu. Ég skal gefa þér af öllu þessu ef þú vilt. Og ég blæs anda mínum í þig. Og ég endurfæði sálin og anda og ég sest að með mitt líf og ávöxturinn af því sem þar sprettur fram er bara ég. Kærleikur, gleði, trúmælska hóvarð og bindindi. Bindindi þýðir sjálfstjórn. Mörg ár hélt ég að þetta mætti bara ekki drekka vín, sjáðu. En það hafði ekkert með það að gera. Það hefur stjórn. Og ef þú hefur stjórn, þá hefur líka stjórn á víni að drekka eða ekki drekka, sjáðu. Og ég var að hugsa um það, þetta með nektina, svo margt sem við getum lært í AA. Því þetta er okkar ströggul við allt þetta sem ég er að tala um. Það er sama og í AA. Ef þú ætlar að fá hjálp sem fíkil, þá veistu það, sumir kannski hafi verið þar, að það gerist lítið fyrir þú gefst upp. Og svo þau eru búin að gefast upp, þá þarf þetta að gefast aðeins meira upp. Og svo þarf þetta að gefast meira upp. Sérðu, og við erum alltaf, ég held ég væri komin á botnin, en ég var ekki komin á botnin. Og það menn fari gegnum nokkra meðferðir stundum áður en fara á botnin. Þannig er það bara. En að lokum á einhverjum tímapunkti sem betur fer fyrir flesta vonandi, að þá lenda þeir svolítið gjörsamlega á botninum, að þeir eru flatir þar, algjörlega naktir. Ekkert fíkjublað á þeim, það er ekkert skraut á þeim lengur, það er ekkert, hei, sjá hvað ég er góður. Hei, sjá, ég kann þetta. Hei, ég spilaði hljómsveit. Hei, ég söng fyrir þennan. Hei, ég bað fyrir þessu. Nei, ekkert, það er bara nakin, ekkert eftir. Og hvað gerist þá? Þá byrjar lækningin. Og það er nákvæmlega með sama með Guð. Okkar vandamál sem kristin menn og konur er þetta, að við erum ekki tilbúin að vera nakin. Það er að segja að vera með ekkert, geta ekkert, kunna ekkert, skilja ekkert, nema það að Guð elskar mig. Ég hef ekkert að færa Guði, sem er nokkurs virði, sem ávinnur mér prik hjá honum. Ekkert. Og þegar ég skilða og komin algjörlega nakin eins og alkohólisti niður, þá byrjar lífið að vaksa innan með mér. Því þá segir Drottinn, nei, þú ert tilbúin. Svona vil ég hafa það. Þú ert í mér og ég er
í þér. Og þannig lífið okkar saman. Þú elskar mig, ég elskar þig. Við elskum föðurinn og allan þann pakka. Sjá hvað að fara. Tíminn hleypur frá okkur. Ég ætla aðeins að lesa hérna, ég verða að lesa bara á lokum hérna vers sem að kannski útskýrir aðeins þetta sem að við erum að tala um. Þegar Jesús kom inn í þessa kringumstæður sem maður eftir Adam og Eva og það voru mörg þúsund ár liðin og maðurinn var að reyna og í 4000 ár lágmark þá kom það í ljós að þau gátu ekki redda þessu lengur. Þau, í eigin mætti gátu ekki gert þetta. Þá kemur Jesús sem maður inn í syndugan heiminn. Hann deyr sem maður. Hann rís upp sem maður og hann stígur upp til himna og sest við hægri hönd föðurins sem maður. Hann þar sem fulltrúi þinn og minn mannkynsins í þrenningunni. Ertu með þetta? Já. Hann fulltrúi mannkynsins í þrenningunni, þar sem hann býður öllum að koma, sem upprunalega var áætlunin í garðinu með Adam og Evu. Það þurfti að bíða þennan tíma því að nú var búið að klára þetta. Nú segir hann hver sem trúir mig, ég vegurinn, sannleikurinn, lífið. Ég vegurinn inn í þrenninguna. Viltu vera með? Viltu vera með? Viltu vera eitt með mér? Þess vegna segir Biblian, á ég og þú, ef þú trúir þessu líka, sæti í himinhæðum. Ég höfum tekið okkur sæti. Hvaða sæti á ég? Ég hef aldrei séð það. Í Jesú. Hann settist við hægri hönd föðurins og hann þar sem þú. Var ekki það sem hann sagði, þegar ég fer munu þið sjá að ég og faðirinn erum eitt og þið eruð í mér og ég í ykkur og við erum eitt. Við erum eitt. Gæti þess að enginn, Kólossabréfið, gæti þess að enginn verið til að hertækka ykkur með heimspeki og hégóm á millu sem byggist á mannasetningum runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Því að í honum býr öll fylling guðdómsins í Kristi, þar að segja líkamlega. Hann var maður og öll fylling guðdómsins. Vitið hvað orðið þetta í grískunni, fylling guðdómsins? Það sem gerir Guð að Guði. Maha. Það sem gerir Guð að Guði fyllir Jesús. Og þið hafi nú öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Fyllir líka ykkur. Ég verð að lesa, bara. Má ég lesa hans úr ensku? Það til þýðing, svona heitir Amplified. Hún tekur, skal ég segja ykkur, orðin úr hvort sem hebreuskunni eða grískunni og setur allar hugsanlega merkingu af orðunum inn í versið. Hún útskýrir bara frá öllum hliðum hvað versið þýðir. Má ég lesa þessi vers fyrir ykkur? Þetta tilgangur lífsins, krakkar, að vera eitt með Guði. Við vorum sköpuð til þess. Hlustið vel á. Hvar var þetta? Já, hérna. Hlustið. See to it that no one carries you off or spoil or makes you yourself captive to his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense. Following human traditions. Kirkjakris í dag stútfull af human traditions. Mannlegum hefðum. Og þeir sem þekkja mig vita að ég ekki á móti góðum hefðum. Ég elska góðar hefðir. En ef þessar hefðir komið veg fyrir tilgangin, þá þurfum við að losa okkur við þær.
Svo segir hérna, og hlustið nú vel á, aðalega þetta 9. vers sem ég langaði að lesa. For in him, í Kristi þar að segja, the whole fullness of the deity, the Godhead, continues to dwell in bodily form. Það heldur áfram, sem sagt núna, continually, heldur áfram stöðulega að dvelja í Kristi þar sem hann er. Giving complete expression of the divine nature. Og hlustið svo. And you, þið, þú og ég, are in him made full and having come to fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Já, þetta þýðir, ef ég segi þetta yfir á íslenskuna, þetta merking versana sem ég var að lesa áðan, en íslenska þýðingin, hún náttúrulega ekki svona amplified, þannig að hún ekki að blása þetta alveg út, hún bara þýðir þetta beint. En það þýðir það að Kristur, að öll fylling guðdómsins, það sem gerir Guð að Guði, býr og fyllir Krist líkamlega, núna á himnum líka, sem hann maður þar, og þú og ég, við sem trúum þessum pakka, við sem trúum þessu, við erum líka, eigum hlutdeild í þessari fyllingu, að því sem gerir Guð að Guði býr núna innan með okkur, og í þér og í mér erum við eitt með föðurnum, syninum og heilögum anda. Ef að þetta ekki nógu klikkað til að stoppa og staldra við lífun og spyrja sjálf, ég að missa við ykkur hérna? Þá veit ég ekki hvað þarf til. Ég að missa af einhver, en möguleik þetta sé svona. Og af hverju fólk ekki einu svona hugleiða það? Af því við erum bara búin að gera Jesú Kristi hegðunarlögreglu fyrir heiminn. Ekki gera þetta, kallum við. Ekki gera þetta, þú ert að vera svona þegar Kristinum og fólk segir, hei, þarf þetta ekki. Kristur ekki hegðunarlögregla. Ég þóra fullur og honum alveg saman hvernig þú hegða þér, svo lengi sem þú fattar þetta sem hann að reyna að gera. Af því við það breytist allt. Við það breytist allt. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum þér að þú hefur gert okkur eitt með þrenningunni. Þú hefur gert okkur eitt með þér, föðurnum, syninum og heilögum anda. Til að þú og við getum verið í einingu samfélagsins og öll þín lífsgæði og öll þín fegurð og allt sem þú ert sé líka okkar. Það kærleikurinn og Guð, það getur enginn elskað meira en þetta. Og þú gerir þetta mögulegt. Opinbera þetta fyrir anda þinn í hjörtum okkar að mættum sjá og skilja og ganga inn í þessa einingu sem okkur boðið til. Bið fyrir hverjum sem heima líka, Drottinn minn, að hlusta, bið fyrir fjölskyldunni, bið fyrir nærveru þinni þar. Tala þú, gerð þú heilt, Drottinn minn, lækna sál, lækna líkama og endurfæddu andan. Takk, Jesús minn. Og frá þessari einingu, elsku vinur, flæðir allt frá Guði til þín. Frá þessari einingu flæðir lækningin. Þú þarft aldrei einu svona biðjan Hann veit hvað þú þarfnast og hann lætur að flæða. Áður og biður hefur hann séð það, hefur hann svarað.